Nú einungis nokkrar vikur í því að sumarfrí hefjist í skólum landsins og því eru þeir unglingar sem ætla sér að vinna í sumar farin að leita sér að vinnu. Ég ræddi við nokkra krakka í Reykjanesbæ hvað það ætla að gera sér í sumar. Einnig spjallaði við Anitu Lind Róbertsdóttur Fischer, yfirflokksstjóra hjá Vinnuskóla Reykjanesbæjar, en hún segir okkur frá því hvað í boði fyrir ungt fólk í sumar. Ætlar þú að vinna í sumar? Já. Já. Já, ég ætla að vinna í sumar. Ég ætla að vinna í Nesfisk. Í bævinnunni. Ég ætla að vinna í krambúðinni. Það í trésmiðju verkstæði Stepp og Ara. Og hvernig fékkstu vinnuna? Mér langaði að vinna í fisk og afi minn þekkir fólkið sem sér Nesfisk. Ég sendi bara á Steppa, hann sko pabbi vina míns og ég sendi bara á hann og spurði hvort ég mætti bara ekki vinna hjá honum og hann sagði bara ekki máli sko. Ég fór í krambúðina í haust og sótti vinnu þar og fékk vinnuna og búin að vinna það síðan og svo að bæta bara við með vöktum núna í sumar. Og hefur unnið þar áður? Já, ég var í fyrrasumar. Hver þín reynsla í bævinnunni? Mér finnst bara mjög skemmtileg. Krakkarnir skemmtilegir, flokkstjórnir mjög skemmtilegir. Bara rosalega skemmtilegt. Nú unglingar að fara að velta fyrir sér hvað ætla að vinna í sumar. Hvað býður Reykjanesbær upp á fyrir ung fólk? Vinnuskóli Reykjanesbæjar býður upp á vinnu fyrir bæði ungmenni í 9. og 10. bekk og ungmenni á framhaldsskólastigi. Sumrinu hjá 9. og 10. bekk skipt í 2 tímabil, A- og B-tímabil, sem hentar mörgum mjög vel, bæði íþróttakrökkum og þeim sem eiga leið í ferðalög og þess háttar. Og ungmennum á framhaldsskólastigi boðið upp á að vinna í bæði júní og júlí. Af hverju viltu vinna í sumar? Bara til að fá pening og reynslu og svo lítur alltaf vel út að hafa unnið í fisk. Ástæðan okkur ég vildi sko vinna hjá honum af því að ég að fara í húsasmiðjubraut í FS og ég vil fá svona reynslu og svona. Ég að reyna að safna með pening. Og hvað ætlar að gera af peninginn? Ég ætla að kaupa með bíl. Peningurinn fer örugglega bara til útlandaferð. Ég að fara út í sumar. Ég ætla að leggja bara mest megni til hliðar sko og restin í fötu eitthvað. Ég ætla að nýta hann vel sko, ég var að pæla að kaupa tölvu. Ég veit hvað allir krakkarnir eru að hugsa. Hvað borgar mikið af tíman og hvað vinnaðu lengi? Vinnutíminn frá 8 til 4, mánudaga til 50 daga og frí föstudaga sem að margir eru mjög ánægðir með. Launin hjá 9. bekk eru í kringum 700 krónur og milli 700 og 800. Sumrinu hjá 9. og 10. bekk skipt í 2 tímabil, A-tímabil og B-tímabil. Nánari upplýsingar dagana, dagsetningar hægt að sjá inn á heimasíðunni. Sumarið hjá ungmennum á framhaldsskólastigi svoleiðis að þau vinna bæði í júní og júlí en sami vinnutími gildir, sem sagt frí á föstudögum og unnið 8 til 4 mánudaga til 50 daga. Í hverju felstu vinnan? Vinnan felst í því að halda bænum hreinum og fallegum. Fólki á framhaldsskólastigi býðst að fara í svokallaðan blómahóp og slátturhóp þar sem þau gróðsetja blóm í bænum og slá tún allan bæ. A-tímabili eru haldnar svokallaðar verknámsmiðjur fyrir nemendur í 9. og 10. bekk þar sem að þau fara 2 daga í Fjölbrautaskóla Suðurnesja og fá að kynnast ýmiss konar iðngreinum sem þau höfum mjög gaman að í fyrra. Ætlar að halda áfram eftir sumarið? Já, ég stefna það allavega. Nei, það var ekki planið. Já, ég ætla að reyna það. Er ekkert erfitt að vinna ofur í skóla? Getur alveg verið erfitt þegar það mikið að gera í skólanum en ég reynir samt að vinna eins mikið og get svo það hafi ekki nein slæm áhrif á skólan samt. Og ertu að gera eitthvað annað með vinnunni? Já, ég að æfa á fullu. Og er ekkert erfitt að æfa og vinna? Ég vonandi ekki, ég hef aldrei prófað þetta. Fá allir sem sækja vinnu eða takmarkað pláss? Það viss fjöldi sem að kemst að á hvoru tímabili en annars efast ég að nokkrum sé neitað vinnu hjá okkur en það takmarkaður fjöldi í blómahóp og slátturhóp en að gera bara að vera fljóta að sækja og koma til okkar bæjunna. Hvað er þetta að sækja Sóttir á heimasíðunni vinnuskólinn.wordpress.com en einnig hægt að hafa samband við Berglindi Ásgeirsdóttir, garðyrkjufræðing og yfirmann bæjavinnunar varðandi frekari upplýsingar. E-maili hennar stendur inn á heimasíðunni ásamt launum og dagsetningum á tímabilunum. Einnig erum við með Facebook síðu þar sem hægt að fylgjast með fyrir- og eftirmyndum
og öðrum fréttum af vinnuskólanum og mæli með því að kíkja þangað inn og skoða það sem við erum að gera þannig í vinnuskólanum. Veistu hvernig með önnur sveitarfélög á Suðurnesjum? Það með svipuðum hætti og hér í Reykjanesbæ? Nú ég ekki alveg með það á hreinu en ég hugsa að sé með svipuðum hætti. Ég ekki klár á því hvort að þau bjóði upp á samstarf með leikskólum og íþróttafélögum eins og við gerum hér í Reykjanesbæ. Krökkum hér býðst að fara að vinna á leikskóla fyrir sömu laun og þau fengju hérna í bæjarvinnunni og sama gildir með íþróttafélögin. Hefur eitthvað ráð fyrir unglingar sem að leita sér vinnu en náðu ekki alveg? Voða fá en örugglega að sækja bara hjá sem flestum. Ef þú þekkir eitthvað vin eða fjölskyldumeðlim eða eitthvað svoleiðis þá kannski getur það hjálpað og líka að vera með einhverja reynslu hjálpar alltaf til. Hvet bara alla þess að við farum í vinnu sko, gaman að vinna og gott að fá reynsluna sko. Mælirðu með bæjarvinnunni? Ég mæli einstaklega með bæjarvinnunni. Sérstaklega fyrir krakka bara sem vilja hafa skemmtilegt sumar og græða smá pening í leiðinni. Eitthvað að lokum sem þú vilt koma á framfæri? Mín reynsla í bæjarvinnunni ekkert nema góð því ég hef unnið sem flokksstjóri í 2 ár. Næ alltaf góðu sambandi við krakkana í mínum hóp. Við höfum gaman að því sem við erum að gera, að vera úti í sólinni flesta daga. Við leggjum mikinn metnað í það sem við erum að gera og reynum að hafa gaman að. Á báðum tímabilum haldin fyrir og eftir myndakeppni og í verðlaun pítsuveisla á Langbest þar sem að krakkarnir leggja mikinn metnað í að gera flottar fyrir og eftirmyndir og hafa gaman að því að vinna og fá pítsuveisla á Langbest. Annars hvet ég alla nemendur til þess að sækja og koma í bæjarvinnuna. Þetta mjög skemmtilegt og mikil reynsla og góður byrjunarstaður fyrir ungt fólk að byrja að vinna.